passa upp á líf og dauða. Komið sæl og gleðilega hátíð. Í dag hefur verið suðvestanátt hjá okkur, víða hvassviðri eða stormur og dimm él sunnan- og vestanvert landið en úrkomi lítið norðaustan til. Og á stóra kortinu frá hádegi í dag þá má sjá að það er lægð hér skammt vestur af Vestfjörðum og þenni fylgir þessi mikli vindstrengur yfir öllu landinu og úrkoma. En þróunin á þessu er svo að lægðin hún færist hér smám saman til norðaustur og það grynnist heldur á milli þrýstilínana en svo kemur næsta lægð í kjölfarið og við heldur suðvestanáttinni en þó ekki jafn hvasst og verður í kvöld og nótt. Og útmörku dagsins eru þau að það var kaldast á Patreksfirði síðastliðna nótt, fór þær í tæp 8 stiga frost en hitinn komst hæst í 3 stig á Seyðisfirði og á nokkrum öðrum stöðvum á Austfjörðum en einnig var kalt á Þeistareykjum, Þingvöllum og í Reykjavík síðastliðna nótt. Og á hitasviðinu þá er að sjá að það er tiltölulega kalt loft yfir landin okkar en mun hlýrra hér bæði við Bretlandi og Norðurlöndunum. Og þróunin á þessu er ekki ýkja mikil. Það verður heldur mildara loft sem kemur upp að sunnanverðu landinu tíma á morgun en svo kólnar aftur hjá okkur á föstudag og má reikna með að verði víða talsvert frost helgina. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu og viðvaranir sem gilda núna í kvöld, þá eru appelsínugular viðvaranir í gildi bæði á Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði og þær falla svo úr gildi þegar líður á kvöldið og breytast í gular viðvaranir og er þetta fyrst og fremst út af vindi og dimmum éljum allt sunnan- og vestanvert landið og einnig á hálendinu. Og ef við skoðum hér hvernig þetta breytist, þá falla viðvaranirnar úr gildi smám saman í kvöld og nótt, fyrst á höfuðborgarsvæðinu og Norðurlandi vestra, svo á Suðausturlandi og Suðvesturlandi seinna í fyrramálið, en verður viðvarandi á öllu miðhálendinu allan daginn á morgun. En staðan verður þá þessu lík hádegi á morgun, þá er gert ráð fyrir suðvestanátt hjá okkur áfram með dimmum éljum víðast hvar sunnan- og vestanvert landið og hitinn verður svona rétt í kringum frostmark, úrkomi lítið hér á Norðausturlandi en gætu þó komið einhver él þar af og til. Og það má búast við talsverðum skafrenningi bæði hér á norður- og vesturhluta landsins en hér sunnanvert landið er útlit fyrir að verði hitatölur fari rétt yfir frostmark og þá má búast við að hitinn að það verði slitta eða jafnvel rigning allra syðst á landinu. Og annað kvöld þá staðan óskup svipuð áfram, það er enn varað við bæði dimmum hryðjum á miðhálendinu og enn er reiknað með að verði stíf suðvestanátt en þó minni en í fyrramálið og áfram úrkomi lítið norðaustan til en annars staðar víða bæði él eða slydduél. Og svo fram til föstudags þá er útlit fyrir að verði áfram suðvestanátt hjá okkur, mun hægari vindur bæði norðan- og vestanvert landið en 10 til 15 metrar á sekúndu víða hér við suðurströndina og suðaustan til. Áfram él, suðaustan og sunnan og vestan til á landinu en úrkomi lítið hér norðaustan til. Og það kólnar smám saman þegar líður á föstudaginn. Og svo á laugardag er útlit fyrir breytilega átt með éljum eða snjókomu víðast hvar og þegar líður á laugardaginn þá kólnar og snýst í nokkuð stífa norðanátt og á sunnudag er útlit fyrir norðlæga átt með éljum norðaustan til en þurru og björtu veðri sunnan til og þá verður nokkuð kalt hjá okkur. Og í öðrum löndum Evrópu þá er ekki að sjá að það verði mikla breytinga til morguns, hæðasvæði hér yfir miðbiki álfunnar, snjókoma í Sarajevo en einungis 9 stiga hiti og sól í Róm. Og á Íberíuskaga er búist við skúraveðri hér austan til en annars sólríkt víðast hvar og eins er að segja á Kanaríeyjum þar sem gert er ráð fyrir að verði einhverjir skúraleiðingar hér og hvar á eyjunum en hitinn svona í kringum 20 stig og í Norður Ameríku er það hæð hér norðaustan til með kyrru veðri en snjókoma víða í Klettafjöllunum.
En hjá okkur gert ráð fyrir að verði suðvestanátt áfram, viðvaranir falla úr gildi í nótt og fyrramálið en áfram verða dimm él víðast hvar fram eftir degi á morgun. Veriði sæl.